Einn vegabréf. Komið sælir, kæra áhorfendur, verið velkomin að skjánum. Framundan leikur Noregs og Íslands í þjóðadeild kvenna. Leikurinn fer fram hér á Lerkendal Arena heimavelli Rosenborg í Þrándheimi. Fallegu völlur og hér hafa verið mörg mögnuð augnablik í norskri knattspyrnusögu. Rosenborg eitt stærsta lið í Noregi og verið lengi. Spila meðal annars í meistaradeild Evrópu og allt hvað eina. Og hér leika Íslendingar. Sáum hann aðeins Selmi Sól Magnúsdóttur og svo Ísak Snær Þorvaldsson að mála hjá karlaliðinu. 21.000 manna völlur og gert ráð fyrir markmenni hér á vellinum. Mikið húllumhæ í gangi hér fyrir leik. En þetta í fyrsta sinn í 30 ár, eða rétt tæp 30 ár, sem að landsleikur hefur verið spilaður á Lerkendal. Og síðast hér 0-0 leikur 1996 hjá norska kvennalandsliðinu gegn Þýskalandi. Norska landsliðið á þeim tíma það besta, ef ekki það besta. Þær voru þar nýkrýndar heimsmeistarar, unnu heimsmeistaratitilinn 1995. Verið ólympíumeistarar árið 2000 og 87 og 1993 vann norska kvennalandsliðið Evrópumótið. Hér sjáum við teymi íslenska liðsins, það vel mannað. Sáum þetta meðal annars í nakkan á Ólafi Péturssoni, markmannsþjálfara liðsins, og Gunnhildur Issa, styrktarþjálfari liðsins, sömuleiðis þarna. Og Tinna Mark Antonsdóttir, sömuleiðis í sjúkraþjálfara teymi liðsins. En sjáum hér fremst Ada Hegerberg, verið mikið umtal Ödu Hegerberg í þessu norska landsliði, og norskir sérfræðingar tala nú meðal annars það að hún ætti mögulega að vera fyrir utan byrjunarlið. Hún búin að spila 290 mínútur af 1080 hjá norska landsliðinu á síðasta ári og þessu. Skora 2 mörk og það var í stórsigrum á Albaníu. Það er að segja heima og heiman. Norska liðið undir stjórn Gemmu Granger hefur átt sæmilegu gengi að fagna. Unnu Sviss 2-1, hafa tapað 2 leikjum fyrir Frökkum og gerðu jafntefli í Laugardalnum gegn Íslandi 0-0 í stórskemmtilegum leik, og við búumst ekki við neinu öðru. Gemma Granger tók við þessu norska liði árið 2024 og stýrði áður kvennaliði Wales, þar á endan með Leeds og Middlesbrough, og svo U17 ára landslið Englands. En áður lengra haldið. Þá sýnist mér Frida Manum vera að fá viðurkenningu fyrir að hafa unnið meistaradeild Evrópu með liði svona Arsenal. Kom betur að því að eftir fyrst ætlum við að hlýða á þjóðsöngum.
Allt til reiðu hér á Lerkendal. Gunnar Birgisson heiti ég, lýsi þessum leik fyrir ykkur hérna áðan sá við Frítu Manum. Það að fá viðurkenningu fyrir góðan árangur í meistaradeild Evrópu þar sem að Arsenal vann nokkuð óvænt. Enduðu í öðru sæti í ensku ofurdeildinni en gerðu svo lítið fyrir og unnu Barcelona í spennandi úrslitaleik sem að framfóru síðustu helgi. Hérna sáum við byrjunarlið Íslands í leiknum. Þar eru það Ingibjörg Sigurðardóttir og Glódís Perla Viggósdóttir sem að eru í miðri vörninni fyrir framan Sesselju Rán Rúnarsdóttur. Og Natasha Anasi kemur í hægri bakvörðin. Guðrúnardóttir í vinstri bakvörðunum. Hildur, Karolína Lea og Alexandra inn á miðjunni. Svo er það Sandra María Jessen sem að fer að sveita sig í fremstu víglinu. Og ef að Ísland verður eitthvað eins og í fyrri leiknum að þá mun hún fá sín færi. Svo við íslenska landsliðið sem að undirbýr sig af krafti fyrir EM kvenna. 5. Evrópumótið í röð hjá þeim. Ísland vann síðast leik 16. júlí á síðasta ári. Þar sem að liðið vann Pólland 1-0. Við sáum þarna fyrirliðana Glódísi Perlu og Ötu Hegerberg heilsast fyrir leik. En hér er sterkt norskt byrjunarlið 4-2-3-1, 4-3-3. Það þarf að koma í ljós. En Karolína Graham Hansen, það má svona alveg gera ráð fyrir því að hún verði meira úti vinstra megin. Fríta Manum inn á miðjunni með Ingrid Systa Engen og Vilde Bø-Risa. Harviken, Bergsvand, Bjelde og Hansen Bjelde kemur inn í liðið. Sömuleiðis leikmaður Manchester United, Celine Bisset Ildusøy, öflugur leikmaður. Komin með 7 mörk í 26 landsleikjum, 23 ára gömul. Meðalaldurinn í þessu norska liði er hærri en í íslenska liðinu. Þar eru með rétt rúmlega 27 ár. Íslenska liðið í kringu 26. En það er sama hjá þeim og hjá okkur að besti leikmaður liðsins Karolína Graham Hansen, 1 ári eldri en Glódís Perla Viggósdóttir. Oft hefur verið rætt sem þetta var mikilvægasta leikmann í íslenska liðsins og það var valinn besti miðvörður í heiminum. Noregur er að frumsýna nýjar EM-treyjur. Og þá er leikurinn kominn í gang og Glódís Perla Viggósdóttir sparkar boltanum fram á við og Svindís Jane hér í baráttunni strax í byrjun. Natasha Anasi skallar boltan síðan fram á við. Hér strax smá vandræðagangur. Það er eiginlega nánast þögn á Lerkendal vellinum. Það er ekki oft sem að eru spilaðir fótboltaleikir í þögn hérna. Rosenborg farið vel á stað, bæði í karla- og kvennadeildinni. En það er að færa boltan út til hægri. Það er að Bjelde ekki með í fyrirleiknum á móti Íslandi. En Bjelde engu síður mjög öflugur leikmaður. Leikur fyrir Vålerenga í norsku deildinni. Vålerenga í öðru sæti eftir 11 leiki í norsku úrvalsdeildinni. Þar er Rosenborg í 3. sætinu. Bæði þessi lið á eftir Brann sem hann leiðir deildina. Hérna Guro Bergsvand. Tækifæri fyrir Noreg, finna ekki Ötu Hegerberg. Glódís er fljót að vinna sig fram fyrir Ötu Hegerberg. Hún ætlar ekkert að leyfa henni að komast neitt of auðveldlega inn í þennan leik. Ötu Hegerberg, tækifæri hennar hjá Lyon verið á skórnum skammti undanfarið. Hún er fyrirliði liðsins engu að síður. Það er að segja norska landsliðsins hefur þurft að glíma við sinn skerf af meiðslum og svo sömuleiðis fjarveru frá landsliðinu sem voru svona ákveðin baráttumál fyrir hana. Bæta kjör kvenna í norska kvennalandsliðinu. Kallað eftir meiri virðingu. Það er Bergsvand.
Þetta gera Norðmennirnir vel. Þá Caroline Graham Hansen komin í boltan. Klóti smætir henni. Hansen ennþá með hann komin inn í teginn. Hansen leggur hann fyrir og þar engin mætt. Þetta Hegerberg utarlega þarna. Þannig að Bísett kemur hann fyrir og Klóti skallar þetta frá. Hættar þó ekki liðin hjá en Sveindís nær honum síðan. Sveindís setur hann síðan bara langan fram. Þar engin mætt. Aftur nær norska liðið að spila nokkuð þægilega, ja, aftur fyrir og fram hjá íslensku vörninni. Sakar ekki í þetta sinn. Sjáum við Gemma Granger. Kemur frá Middlesbrough á Englandi. Hildursvæði. Yngri sista Engen. Talaði að sé mögulega á leiðinni til Lyon frá Barcelona. Það kemur sendingi fyrir hættuleg sending en Cecilia kemur úr markinu og grípur þennan bolta. Uppspilið hjá Íslandi. Norðmenn vinna boltann á miðjunni. Mikil einstaklingsgæði í þessu norska landsliði. Fiskistrand í markinu. Hansen kominn hérna vel inn á völlinn. Hansen rennur honum út til hliðar og þá tækifæri fyrir Norðmenn en Harviken nær ekki að nýta sér þetta. Frida Manum afsakið, nær ekki nýta sér þetta. Heitir Frida Leonardsen Manum fyrir þá sem voru veltaði fyrir sig okkur. Það L fyrir framann nafnið hennar þarna. Hérna Sveindís Jane. Sveindís áhugaverða sendingu og Sandra María nú bara einfaldlega sterkari þarna en þetta heima brott á hana. Þetta þessi norrlenska harka sem að ekki allir ráða við. Dómari þessa leiks fellur í þessa gildru. Hansen, sama Hansen út allt á vellinum. Hansen ennþá með boltann. Börísa kemur hann á Bísett Ildursøy, sendingin á fjær. Anasi skallar hann yfir markið. Natasja ekki að taka neinar áhættur þarna. Hættulegu bolti sem að hefði geta ratað á Ötu Hegerberg á fjærstönginni. Engin rangstaða þarna. Hegerberg með góða hreyfingu hótar því að fara upp í þennan bolta. Lætur alveg vita af því að ef Natasja missir af þessum bolta þá voru hún mætt á fjársvæðið. Hér var hotspinnan hjá Noregi. Það fylla tegin en svo kemur stutt spinna. Hansen leggur hann út og þá fyrirgjöfum frá Börísa og hér barátta fyrir fram á markið. Karolína Lea kemur boltanum síðan eitthvað í burtu. Þungsó frá Noregi hér til að byrja þennan leik en Sveindís
Nær að vinna boltan, Karolína spilar honum fram á við, þá allt í einu 2 á 1 staða, Sandra María með boltan en þetta hins vegar rangstaða og því miður vel fyrir innan Hlín, þarna var tækifæri en Hlín einfaldlega of ágeng þarna. Já, þarna hefði íslenska liðið sannarlega geta refsað eftir yfirburðar mínútur hér til að byrja með frá norska liðinu. Þetta er gott hlaup hjá Söndru. Dregur sig aðeins frá þarna. Fyrsta snertingin er frábær en Hlín, bara ef hún býður örlítið með þetta hlaup, hún er komin með innri stöðuna. En þetta er eins og frábær vörn hjá Silíne Bisset. Hún veit að Hlín er vel fyrir innan, býður bara ekkert að stressa sig á þessu. Hlín fer síðan með takkana nokkuð hressilega undan sér og lendir í Sesselíu Fiskastrand. Bergsvand Harviken með henni í hjarta varnarinnar. Matilda Harviken, leikmaður Juventus á Ítalíu sem urðu ítalskir meistarar. Að spila hérna þægilega hérna miðuna. Baurísa færir hana á Bisset Hildurshaug. Hildur gerir smá allu að henni þarna. Taktar frá Bisset. Hleypir Teu Bjelde mjög framalega og svolítið inn á völlinn. Það er að reyna að fá tvöfaldanir og stundum meira en það hérna út á vængjónum. Það er norsku. Og við það þá leitar Karolína Graham Hansen stundum inn á völlinn eins og við sjáum hann að gera akkurat hér. Það eru náður hreypir frítum mannum út til vinstri eins og var gert ráð fyrir í uppstildingunni frá UEFA. Og þess að gera vel þarna. Hlín fær hann, spilar hann inn á miðju. Tilvíðanlega kenda sendingar hérna en þetta endar hjá Hlín. Alessandra tilbaka. Alessandra færði sig yfir til Kristjánstad. Kristjánstad eru sem stendur í 5. sæti í sænsku úrvalsdeildinni. Það hefur verið mikil Íslendinga nýlenda. Elisabeth Gunnarsdóttir auðvitað þjálfaði liðið lengi vel. Sandra María fyrir innan, önnur rangstaðan á íslenska liðið. Ísland ekki fengið að sjá mikið af boltanum þessar fyrstu 10 mínútur. En Noregur á sama tíma ekki að skapa sér nein hættuleg færi, hafa reynt nokkra fyrirgjafir sem allar hafa annarkvort endað að því að fara aftur fyrir eða í hendurnar á Sesselíu. Sesselía yngst í byrjunarliði Íslands, 21 árs, fædd árið 2003 hér. Ingibjörg spila hana tilbaka á Sesselíu. Frábærlega gert hjá Sesselíu. Alessandra fljóta átt að sig, snýr með boltan, færir hann út á Hildi Antonsdóttur. Hildur leikur með Madrid í spænsku úrvalsdeildinni. Átti gott tímabil.
Meina Karolína fær hérna smá tíma til þess að keyra í áttina að teignum og þessi sending fer af Börísa og svo á Fiskistrand. Hér er Bíset Ildursoy og þetta í annað skipti sem hún fer niður. Ég hugsa að hún sé búin í dag. Það svona nett sjokk fyrir Norðmennina. Hún virðist að hafa fengið eitthvað högg hér. Já, það hún sem að fer í Fiskistrand. Sá ekki nægilega vel hvað það var en já, hún að fara út af Bíset Ildursoy. Eiga nú hins vegar nokkrar sem að gætu komið inn fyrir hana. Karina Sævík, leikmaður Vålerenga, ein af þeim. Svo spurning hvort það farið hreinlega bara í einhverjar tilfæstur. Hérna sáum við, þetta virðist nú vera eitthvað bólgið þarna á henni hnéð. Stendur allavega sjálfvilju upp. Spurning hvort hún nái að harka þetta af sér. Eru þetta líka með Guro Reiten. Á varamannabekknum gæti þó farið í einhverjar róteringar á liðinu. Boltinn fram á við, Adda Heigaberg. Það ekki að hafa betur gegn Ingibjörgu Sigurðardóttur í baráttunni. Heigaberg fer síðan að pressa en Glódís spyrnir henni fram á við á að vísu engan. Boltinn út af engast sem að Norðmenn eiga. Það hefur gengið erfiðlega hjá íslenska liðinu að halda í boltan. Heigaberg skatt hana fram á við fyrir að manum. Gæst hjá Natjósu þarna. Tuva Hansen Tasja spila hann tilbaka á Sicilíu. Sicilíu á láni hjá Milan á síðustu leiktíð. Það enduðu 4 stigum eftir Juventus í baráttunum ítalska meistaratitilinn. Glódís. Sandra með frábæra snertingu og Karolína Lea síðan færir hann út á Sveindísi. Hér er Sveindís komin á ferðina. Þetta staða sem henni líka vel. Hér er með Bjeldi til varnar. Sveindís leggur hann fyrir sig, fyrir skotið. Stöngin inn, Sveindís Jane! Takk fyrir penn! Fyrsta sinn sem að Sveindís Jane fær boltan á hættulegu svæði. Ræðst þarna á Teu Bjeldi. Stöngin inn og Ísland leiðir 1-0. Sjáum þetta hérna aftur. Sendingi frá Karolínu Leu algjörlega geggjuð. Beint í hlaupaleðina. Sveindís Jane ekkert að bíða. Svo sér hún bara leið og Harviken stígur upp á vörninni. Þá nær hún skotinu í stöngina og inn. Þeir verja hann sjaldan þarna svo mikið víst. Þorsteinn Halldórsson ekkert að tapa sér í gleðinni. En það í lagi að brosa. Ísland ekki verið líklegar það sem af í þessum leik. En fyrsta markið hins vegar þeirra Sveindís Jane. Verðandi íbúi Los Angeles borgar búinn að koma Íslandi yfir. Og þar með voru sérfræðingarnir bænheyrðir að eina fremstu þremur búinn að skora. Loksins góð fyrirheit fyrir það sem koma skal. Spennandi sumar framundan.
norska liðið byrjar að herja hérna strax. Það er Caroline Graham Hansen. Caroline Lea setur hann fram á við. En það má ekki vanmeta heldur snertinguna hjá Söndru Maríu í uppbyggingunni fyrir þetta mark. Þetta er svo mikil útsjónarsemi sem að þarf í þetta því að það er mjög auðvelt fyrir framherja bara að taka þennan bolta með sér og rjúka af stað. En það er líka kostur að vita hvenær þú getur lagt hann niður, haldið í boltan stundum. Hvernig hún leggur boltan með brjóstkassanum beint niður á Karolínu Leu var snildarlega gert. Vel útferð svo á Íslandi. Sendi ekki fram á því Ada Hegerberg. Einn gegn Glódísi Perlu. Glódís Perla þarf hins vegar ekkert að gera neitt afskaplega mikið þarna. Hegerberg líst ekkert á það að fara á hana í eina stöðu. Sjá mér. Ég veit ekki af hverju Ada Hegerberg var að fórna höndum þarna. Hún var alein fremst. Sjáum að það er tækifæri fyrir Alessandru að fá boltan og snúa með hann. Þá er óþarfa að gefa svona sendinga til dæmis. Sjáum að það setja í raun ekki pressu. Það er pressa með tvær fremst segi ég. Svo er svolítið langt bil. En vilja hins vegar gera sendinguna upp á Alessandru eða fram á Alessandru óþægilega fyrir Cecilíu og hafsendana. Börisa. Góð skipting á Börisa. Manum þarf að leggja þarna á Graham Hansen en verður ekki kápan á þessum klæðunum. Graham Hansen er mjög mikið að reyna að koma sér inn í þennan leik og reyna að fá hlutina svolítið til að tikka fram á við hjá Noregi. Normenn vilja fá gott svar frá Öddu Hegerberg og Graham Hansen. Svona það er mjög augljóst að þær vilja að Ingibjörg sé að fá boltan í uppspilinu. Sveindi Steinn skalla boltan áfram. Karolína. Það missir Sveindis boltan. Börisa. Missefnum sending. Karolína, hún fær tíma og pláss. Karolína tekur bara skotið fyrir beint í bergsvand. Þá eru margar íslenskar fyrir aftan boltan. Sista Engen, Bíset Ildusøy er ennþá inn á. Hér er Hegerberg, Hildur Antonsdóttir sterk þarna. Það er hins vegar högg líklega á óþægilegan stað. Getur mögulega að hafa mist andar þarna. Skrítin sending frá Alexandru. Frida Manum og tækifæri fyrir Noreg. Frida Manum leggur boltan fyrir sig. Framhjá. Hefði mögulega getað komist nær þarna en þær eru alveg logandi hræddar við Glódísi Perlu. Þessi sending hérna frá Alexandru ekki nægilega góð. Ætlaði líklega bara að setja boltan strax niður á Glódísi. Manum setja þennan boltan framhjá. Það var annar Norðurlandabúi sem að skoraði sigurmarkið fyrir Arsenal í úrslitaleik meistaradeildarinnar. Það var Stína Blackstenius, sænsk landsliðskona. Glódís. Karolína. Guðrún setur hann að bolta út af innkast sem að Noregur á.
tækifæri fyrir Ísland. Hlín ætlar að reyna að koma boltanum áfram á Sveindísi Jane, reynir hérna að nota lærið í það. Nýstarlega leiðir. Alessandra ætlar síðan að setja boltan út í breiddina á Sveindísi Jane sem að stendur innarlega boltinn út af. Það eru víst áhugaverðir hlutir að gerast í stúkunni. Það heyrist hér tónlist spiluð, en að sjáum við, það er svona rauðklæddur hópur þarna í stúkunni fyrir aftan mark norska liðsins sem eru með hátalara og eru að spila tónlist bara, njóta lífsins. Sandra á Sveindísi Jane. Sú er að byrja þennan leik vel og sendingin hérna fyrir en Fiskestrand nær honum. Skemmtilega gert hjá Sveindísi Jane. Leikur hér á Alsoddi. Búinn að fara illa með Bjelde í þessum leik. Hlín. Alessandra setur boltan fram á við. Fín hugmynd hjá Alessandra hana. Guðrún setur pressu á Ildisau. Eftir markið hefur Noregur átt í erfiðleikum með að ná tökum aftur á leiknum. Nú fellir Hegerberg við og bóta með aukaspyrnu. Ingibjörg brýtur á henni. Þrátt fyrir að hafa verið lengi einn af þeim bestu í heiminum, þá er Ada Hegerberg einungis 29 ára gömul. Hún er fædd árið 1995, 10. júlí. Varðu þetta svo fyrsta til þess að vinna Ballon d'Or kvennamegin árið 2018. Sjáum við aftur markið hjá Sveindísi. Þessi snerting hér er það sem að býr til svolítið þetta færi fyrir hana. Engi sem að setja pressu á hann inn í teig og þá er ekkert annað að gera nema bara að smella þessu stöngin inn. Það er Engen á Böðurísa. Böðurísa, leikmaður Atlético Madrid. Hér er sendingin inn fyrir frábær sending. Bísett Ildisau tekur hann fram en frábærlega gert hjá Cecilíu Rán. Notar hérna sína löngu hendur til þess að ná boltanum á ögur stundu. Sjáum við hérna, það vantar bara þessa einu snertingu. Gætir ekki nægilega vel að sér þarna Bísett Ildisau. Þarna var hálfsbreytt frá því að jöfnunarmarkið kemi. Natasja á Alessandru. Það er Sandra. Aftur er Sandra að gera vel hérna. Klódís. Sandra á Karolínu Leu. Karolínu Lea fær hérna slæmt högg frá frítum mannum. Sjáum hérna. Sparkar aftan í fótinn sem hún stendur í þarna. Frítum mannum óþarfa brot. Karolínu liggur ennþá. Frábærlega gert hjá Cecilíu í markinu þarna. Skot hátt yfir markið.
Skallinn frá Alessandru. Karolína flikkar hann áfram. Sandra María. Standa hún að ná svona smá ró á boltan. Gera þetta vel. Natasja séðan með sendingu sem var kannski ekki alveg á þessu augnabliki. Karolína setur pressu. Bergsvend verið að lokka íslenska liðinu framar. Fá þar aðeins úr blokkunum. En það ná einfaldlega bara ekki að spila sig í gegnum fyrstu pressuna. Sandra María í baráttunni. Þeir eru Karolína Lea. Karolína með Hlín hérna úti hægra megin. Hlín getur bæði sent fyrir og skotið. Hlín setur hann fyrir og það er Sveindís í baráttunni. Sandra missar af boltanum. Þetta er ekki búið. Hildur vinnur boltan strax aftur. Karolína snýr. Karolína leitar að skotinu. Kemur hann út á Hlín. Sendingin er aðeins og innanlega sínst með og þessi bolti út af og uppinn þarna. Hér bolti sem endar í höndunum á Cecilíu Flótís. Hildur. Alexandra skiptir boltanum út til hægri. Það er Hlín. Hlín bakkar rosalega langt frá. Hlín Eiríksdóttur leitar að skotinu, kemur honum bara þá þess í stað á Hildi Antonsdóttur sem á þarna skot. Þetta virðist hafa farið í, ég held að þetta hefði farið í Harviken. Þetta virðist hafa farið í þetta fyrir Söndru Maríu. Þessi bolti er bara á leiðinni mögulega á markið. Hildur með alvöru neglu hérna. Sandra María fær hann í sig og rétt framhjá. Það voru fleiri meiðsli hjá norska liðinu. Nú er það Guro Bergsvand sem að leggst í grasið. Spurning hvort að þetta sé skipulagt til þess að fá smá liðsfund. Lítið leikhlé. Bergsvand fer hérna út af. Sjáum hérna 3 tilraunir hjá íslenska liðinu gegn 2 hjá því norska.
Fiskistrand. Hér Hildur í baráttunni, þessi skalli út af markspyrna sem að Norðmenn eiga. Eftir hálftími liðin af þessum leik. Haugaberg. Hildur setur hann fram á við Sandra María. Sandra María bara eiginlega ekki átt lélega snertingu í þessum leik, þar sem af algjörlega frábær innkoma þessum leikmanni Þórs Káa. Guðrún. Svindís tapar boltanum. Tækifæri fyrir Noreg að sækja hratt. Frida Manu var hann á leiðinni í gegn en Graham Hansen nær ekki að finna hana. Og síðan búið að dæma brot á Graham Hansen. Sendingin á fjær á Glódísi, rétt yfir kollin á Glódísi. Þá eru hér breytingar. Martina Östenstad, leikmaður Brann, að koma inn á í sínum 4. landsleik. Kemur inn á fyrir Guro Bergsvand, sem reynslumikil leikmaður. Hún virðist ekki geta haldið áfram eftir þessi meiðsli sem hún var fyrir hérna rétt áðan. Östenstad kemur inn, 24 ára gömul. Aldrei þægilegt að þurfa að gera breytingu á miðvörðum í leikjum og hér hún bara boðin velkomin til leiks með pressu frá Söndru Maríu og Svindísi. Sandra María fær síðan boltan hér, leggur boltan fyrir sig og skot sem að Fiskistrand ver. Íslenska liðið að gera vel. Þetta nákvæmlega það sem á að gera. Láta þeirri sem var að koma inn á líða svolítið illa á boltanum, með boltan á fótunum. Karolína, fín pressa hjá henni. Íslenska liðið óhræddar við að stíga framarlega á völlinn. Og norska liðið bara kemst hvorki lönd né strönd eins og staðan akkurat núna. Þetta svo að vel spila það Rada Haugaberg. Það var Bísett keyrir inn í teig. Hér vantar hann aðstoð Bjelde. Bjelde kemur síðan með sendinguna fyrir. Ingibjörg skallar þetta frá, þetta ekki búið. Bísett aftur á Bjelde. Bjelde núna með þess herri bolta en Cecilia í engum vandræðum með að grípa þetta.
8 mínútur eftir að venjulegum leiktíma verður nú eflaust einhverjum 2-3 mínútum bætt við mögulega. Meiðsli tvívegis hjá norska liðinu. Sama það er hér sem þær þurfa að vera óhrættir við að finna Alexöndru í fætur. Þegar miðjan stígur ekki eins framalega. Og fremstu tvær, Graham Hansen og Atta Hegerberg í pressunni. Alexandra skiptir honum á Sveindisi. Finnst þetta taktikinn ekki góð hjá Sveindisi en heldur boltanum. Kemur Guðrún hlaupið utan á. Hildur missar hann frá sér. Hildur svo að sinna mikilli varnarvinnu. Hér er Graham Hansen gegn Natasha Anasi. Hansen með boltan. Kemur honum inn á miðjan völlinn. Hér er Frida Manum ætlar í gegn en þarna er Natasha Anasi algjörlega stálheppin. Því að þetta sýndist mér vera klárt brot af Karoline Graham Hansen. En sleppur með skrekkinn. Dómarinn virðist einfaldlega ekki hafa séð þetta. Dómari þessa leiks frá Spáni. Olats Rivera Olmedo. Það var Engen. Manum. Og Graham Hansen. Norður aðeins að sækja sér veðri núna. Graham Hansen kominn inn í teig, setur hann fyrir og þessi bolti fyrir bara í gegnum allan pakkan. Vildu fá hann út í teginn þarna, sísta Engen. Og Atta Hegerberg. Það er svona komin smá frústrasjón í þetta norska lið. Eins og Selma Sól kom inn á fyrir leik að það treysta mikið á þessi einstaklingsgæði meðal annars í þessari hér og það er kannski eðlilegt. Hún er búin að koma norska liðin í marga góða stöður. Hér fer Graham Hansen niður eftir tæklingu frá Glódís eða Glódís stígur hérna aðeins á. Stígur hérna aðeins fram fyrir hana og sjáum hér. Nei, þetta er ekki augnablikið, það var í sókninni á undan sem að Graham Hansen er tekinn niður. Það var ekkert sem að norsku sjónvarpsmönnunum langaði að sjá aftur hins vegar. Manum gerir vel, fer fram með Natasha Anasi. Graham Hansen kemur hann fyrir og þá Ildusau. Það er ekki að taka á móti boltanum. Burisa. Hansen fellir þetta við, fær ekki vítaspyrnu, orðin þreytt á þessu og svo er búið að dæma. Býtur hún við? Já. Fór í rassvarsan þarna og sótti gula spjaldið. Yfirleitt er rassvarsan nú fyrir rauðu spjöldin. Það er allur gangur á því svo sem. Graham Hansen orðið mjög þreytt á þessu. Fer hann til hliðar. Lítið á þetta svo sem. Stendur svo upp og keyrir inn í Alexöndru. Fær gult spjald að launum. Hlín eftir góðan undirbúning frá Karolínu Leu. Hlín er ekki að finna Söndru Maríu nýja Sveindísi Jane. Sveindísi Jane komið mjög innanlega. Sandra María brýtur af sér bara mjög klókt brot hjá Söndru Maríu þarna.
Góða hjá Guðrúnu. Engan. Manum, sendi ekki fyrir. Hegerberg kemur á ferðinni. Það Graham Hansen. Graham Hansen fær hérna skotfæri. Leggur hann fyrir sig en boltinn framhjá. Góð tilraun, já, Caroline Graham Hansen. Svona borgar sig yfirleitt að vera ekki að bjóða henni upp á mikinn lausan tíma í teignum. En hittir bara boltann ekki nægilega vel. Sista engan. Fín færsla á norska liðinu. Það á Frídamannum. Boltinn núna ganga nokkuð hratt. Kvenna á milli. Hér er það Hegerberg. Frábær sending á Hegerberg. Og Graham Hansen. En Cecilia Wehr og Yndisau. Setur það rétt framhjá. Aftur er Cecilia að gera vel í íslenska markinu. En Yndisau hafði eflaust viljað nýta þetta færi betur. Frábært samspil hjá stórstjörnu norðmanna. Skotið er gott, varslan enn betri og svo Yldisau þarna. Sneiðir boltan fram hjá markinu. En norska liðið heldur áfram að banka og banka. Vandamálið er að Cecilia Rán hefur verið með lyklana bara í ránsassanum. Ekkert að fara að opna fyrir þeim. Hér er Svendi síðan í tækifæri hinum megin. Sandra María tekur á mótunum og skotið vel yfir markið. Ekkert að reyna þetta. Þá skrítin sending og hér er Karolína Lea alein gegn Fiskestræti Wehr. Færin verða ekki betri en þetta. Afleit sending úr vörninni hjá Østenstad. En Karolína Lea nær ekki að koma Íslandi þarna í 2-0. Dauða færi. Sísta hengen tapar boltanum Karolína Lea. Og svo sending eitthvað fram á við frá Hlín Eiríksdóttur. Þarna var möguleiki fyrir Ísland. Góður sem slíkur. Engan. Hugguleg sending á Manum. Skemmtilegu leikur, þvílíkt skemmtilegur fyrirháleikur. Graham Hansen ætlar að lauma honum inn fyrir Rauðu Hegerberg. Alltaf eitthvað að gerast. Og svona með því betra sem við höfum séð hreinlega frá íslenska liðinu í langan tíma. Ekki aðmælegt að ná því á móti toppþjóða eins og Noregi á þeirra heimavelli. Það er Hlín. Gott jafnvægi á íslenska liðinu. Bísett Yldisau. Býður eftir Bjelde. Bjelde einfaldlega bara og þreytt eða eitthvað fyrir þetta hlaup því að hún bara gafst upp. Ahora Börisa. Yldisau. Sveindís með fína varnartilburði þarna.
Hildisvegur lætur þennan bolta fara aftur fyrir. Nú þarf íslenska liðið heldur betur að standa vaktina varnarlega. Það bara væntanlega þetta horn og svo búið. Við höfum ekki ennþá fengið að sjá aftur færið sem að Karolína Lea fékk. Sem vera bara 1 gegn Fiskistrand þarna. Frábær varsla hjá Fiskistrand. Saman þeir eru mjög þéttar hérna upp að Cecilíu. Sendingin kemur innanlega en Ingibjörg skallar þetta bara í burtu. Og þá flautar spænski dómarinn til loka þessa fyrri hálfleiks. Frábærar 45 eða 48 mínútur í raun og veru hjá íslenska liðinu og það var þessi kona hér, Svindís Jane Jónsdóttir, sem að skoraði eina mark fyrri hálfleiksins. Frábær afgreiðsla, stöngin inn. Ísland leiðir á Lerkendal, staðan í hálfleik. Noregur 0, Ísland 1. Adda, Edda og Albert taka við hér eftir örskamma stund. Reik spólar fram úr henni, Sveindís kemur hérna inn á teginn. Sveindís núna með dauðafæri fyrir hann sem komar. Áfram Ísland, hvar sem í heiminum. Icelandair. Vegabréfaleikurinn kominn í gang og þú fær glaðning með hverjum stimpli hjá okkur í sumar. Enn einn vegabréf. Betra með Pepsi Max. Ertu klár í leifturdaga á Boost? Fáðu afslátt af tísku, barna, sport, snirт og heimilisvörunum. Verið velkomin á boost.com. Hopp. Jú, þetta ódýrt. Allt ódýrt. Bónus. Ég bý til nýtt orð, kreatínsk. Og hvernig ætlarðu að koma því fyrir í setningu? Hvernig? Ég er kreatínsk í dag. Geggjað. Parkett, hurð, eldhúsinnréttingar, risaflísar, parkítalvegi. Ótakmarkað internet á besta verðinu. Og svo getur þú fengið tæknilega aðstoð heim, ef þú þarft. Rándýrt heimanett. Ódýrt. Hringdu. Fyrirgeðu. Pennin Eymundsson. Full búð af nýjum vörum í verslunum okkar. Dressmann. Í fyrsta sinn fyrstur. Fyrst fyrir kyn systur. Fyrst á léttum nótum. Fyrst á nýjum fótum.
Taktu þátt á þinn hátt. Reykjavíkur Marathon Íslandsbanka. Við einföldum fagfólki lífið. Bíkó. Gerum þetta saman. Þú getur meira með Bodylab. Topform.is. Velkomin í heim þar sem allt er í fullkomnu flæði. Nýr og alrafmagnaður Kia EV6. Komdu og reynsluæktu. Askja. Það er Ísland sem leiðir í leikli 1-0 gegn Noregi á útivelli. Áður en við höldum lengra þá ætlum við að fara að heyra í fyrirliðanum Glódísi Perlu Viggósdóttur. Glódís, 1-0 eftir fyrri hálfleikinn, hvernig horfir þetta við? Bara búið að vera hörkubarátta. Þær eru stundum að ná yfirtölu út á kanti og við þurfum að halda áfram að passa vel upp á það. Annars finnst mér þegar við náum fínum spilköflum þá erum við að skapa okkur færi og eigum náttúrulega að vera 2-0 yfir. Frábær valta hjá Sessu og þetta er akkurat það sem við þurfum í svona leik. Við þurfum að allir stíga upp og þetta er bara hálfleikur núna, þannig við þurfum að halda áfram. Hvað segirðu stelpurnar núna inn í hálfleik? Bara við þurfum að halda áfram með þetta, við megum ekki hleypa að vinna leikinn, við þurfum að vera fókusaðar áfram og þetta er bara litlu atriði sem skipta máli. Gangi vel. Margt jákvætt í þessum fyrri hálfleik hjá Íslandi og kannski byrjum á að kíkja á markið sem kom á 16. mínútu og sló svona kannski svolítið tónin. Algjörlega, mér finnst þetta frábært mark og þessi sending frá Karolínu þarna er bara frábær, vigtin hárrétt, fáum Svindís í hennar bestu stöðu og komnar þetta 2 í hjálpavörðuna á hana en bara frábærlega klárað og vel gert alveg frá 8. manni, við erum búin að spila þetta virkilega vel. Vel gert þér líka hjá Jessinana, hvernig hún tekur hana kassan og svona tíjar upp í þessa sendingu þarna, þannig að mjög vel framkvæmt svo. Það er kannski með Hansen, 2 Hansen og 1 Engen, við erum í Jessen. Glæsilega gert hjá Sveindísi, en sko norska liðið var kannski, ég segi ekki að gera okkur auðvelt fyrir, en þær hefðu getað spilað svona aðeins betur úr sínu. Já, tölum aðeins pressuna fyrir leikinn og þær er að stíga hátt á íslenska liðið, en mér finnst þetta bara svo léleg pressa hjá þeim, það er bæði hægar, það er engin ákveð í pressunni, það standa bara 3 þarna og við getum í raun valið sendingarleiðirnar og við höfum verið að fara þessa leið þar sem að annarkvort er að láta ganga róla í öftustu línu, það setur engin pressu og svo er það þessi svæði sem við höfum verið að finna Karó eða Svindís við verið að koma inn í vasan, þannig að við erum að gera þetta mjög vel. En það kemur bara svo óvart að þegar maður horfir á fyrirleikin hérna heima, hvernig það er pressu okkur aggressíft og komist í þessa stöð. Þar fóru það alveg ofan í Sesselju og maður átti vonað að þeir myndi gera það í kvöld. Algjörlega. Og spurning hvort að við sjáum einhverja breytingu á því í seinni hálfleik. En talandi pressu, við vildum sjá okkar lið aggressíft í kvöld og heldur betur er búin að vera það. Hvert eina skipti er alltaf allar á tánum þegar boltinn kemur upp í miðju, alveg ofan í, missar langt frá sér, við tökum frákasti og komum í góða stöður. Þannig að við tölum fyrir leik, en við vildum sjá okkur leysa pressunum þeirra vel og lyfti yfir pressunum við ykkur vesinni og að vera aggressívar á þær og mest að búið að vera frábær fyrirhálfleikur. Mikil grimmt, aðeins slitnað undir lokin, en svona heilt yfir mjög góð framstæð. Já, ég held að vera á 35. mínútu sem að ég raun slitna í fyrsta skipti á milli okkar. Góð pressa og við erum að velja rétt hvenær við förum hærra upp á völlinn og höfum bara verið að spila virkilega vel, bæði velja sóknunar okkar og hvenær við stígum aður. Hún talaði Glódís að þeir eru tvöfald á kantinu, þetta er þegar að Hansen er að draga sig út vinstra megin og manum, þegar þær eru 2 að ná saman, þar myndast svolítið hættan á þetta svæði þarna hjá Natössu. Við þurfum að leysa það eins, hvort að Hildur getur komið aðeins í hjálpavörnina af maísvæðinu. Og svona margar einhvern veginn að taka þátt. Karolín átti dauðafæri undir lok fyrri hálfleiksins. Sesselja varði svo 2 frábærlega. Við sjáum færiðinnar Karolínu eftir þetta klúður í vörn Noregs. Það hefði skipt. Ég sköpum að fá inn þetta annað mark fyrir hálfleikinn. Heldur betur. Sjáum líka, ok, við tölum þetta fyrir leik að þarna myndum við fá góða stöður, myndum vinna boltan.
Ég sá í þessari klippu hvað Jessin gerir vel. Þú veist, skipt sem ekki máli svæði sem hún lokar, þú þvingar hann í þessa sendingu, pressan á, það hefur verið stórt að taka þetta færi, en segjandi þá er Selja líka búin að bjarga okkur eins og tvisvar vel. Já, mér finnst Sandra virkilega góð, bæði varnarlega og sóknarlega. Hún er að velja boltana hvernig hún týjar hún niður á Karlinlega oft, sjáum það í markinu og svona vinna varnarvinna mjög vel. Við förum bara bjartsýn inn í þennan síðari hálfleik sem styttist í, þá tekur Gunnar Birgisson aftur við eftir smástund. Sérframleiddar utanhúsklæðningar og íslensku lerki skóarafurðir.is. Vantar ekki geymslu, geymt en ekki gleymt, geymt.is. Sérfræðingar í þakhefnum, Þakhefnasala Íslands, þakhefnasala.is. Þú fær Saga próf í matvöruverslunum, apótekum og á saganatura.is. Tegðu betur með Extra. Volkswagen atvinnubílar sniðnir að þínum þörfum, Hekla. Vandaðar og stílhreinar innréttingar, fáuð og tímalaus hönnun, Birgisson Ármúla. Fjarnám og sumarann, kennsla hefst 3. júní, skráning á fa.is. Sæki sumari til okkar, Gróðrastöði Mörk, Stjörnungur og 18. Útiflýsadagar í Álfaborg, útiflýsa fyrir íslenskar aðstæður, Álfaborg. Húðvörudagar Livju, 25% afsláttur á öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Bílalán á 5 mínútum. Arion. Nothing cracks like Magnum. Thick, cracking chocolate, velvety vanilla ice cream. Magnum, true to pleasure. Verkfæri, vinnufatnaður, öryggisvörur og allt fyrir iðnaðinn í Rubix. Rubix, Dalvegi. Sköpum drauma heima, Ormsson. Nú aukum við samkeppni í húsnæðislánum. Auður býður upp á hagstæð húsnæðislán. Við viljum hjálpa þér að eignast meira í heimilinu þínu, því sannur auður verður til innan veggja heimilisins. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima. Það er opið á nóttinni, í Mjóddinni. Ég er reyndar á Granda núna, en það er að koma bíll að sækja mig. Ef við ætlum að láta fara vel okkur, þurfum við góðan stól. Fallegi við hægjendastóllinn er góður og ótrúlega þægilegur. Vók, fyrir heimilið. Afmælishátíð í öllum verslunum Ylva. 20–30% afsláttur af öllum vörum og sérvaldar afmælisbombur. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup. Lífið er til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir. Reik spólar fram úr henni, Sveindís kemur hérna inn á teginn, Sveindís núna með dauðafæri fyrir hann sem komar.
Áfram Ísland, hvar sem í heiminum. Icelandair. Vegabréfaleikurinn kominn í gang og þú fær glaðning með hverjum stimpli hjá okkur í sumar. Enn einn vegabréf. Seinni hálfleikur í það mynd að hefjast hjá okkur á Lerkendal Arena. Þar sem Ísland leiðir í hálfleik 1-0. Í leik sem að gæti mögulega fært íslenska liðinu fyrsta sigurinn í þessari þjóðadeild. Sem væri sömuleiðis lífsnauðsynlegur því að Ísland í harðri baráttu annað sæti í þessu riðli. Efstu tvö liðin halda sæti sínu í efstu deild þjóðadeildarinnar, A-deildinni. Og meðan að þriðja sæti fer í umspill og fjórða sæti fellur niður í B-deildina. Sviss að spila við Frakkland, leikurinn kominn í gang. Svo spila verið Frakkland seinna í kvöld. En það norska liðið sem hann byrjaði að halda í boltan. Selina Bíset Ildurshøi kemur honum á Ingrid Sista Engen sem að skipta honum strax út á Frida Manum. Frida Manum verið mikið hérna úti vinstra megin. Hún komin hún inn í teig, setur hann fyrir Adda Egeberg. Það ekki að koma þessu á markið. Engen í baráttunni. Norska liðið verið meira með boltan í þessu leik. Hérna frábærlega gert hjá Selina Bíset. Kemur síðan með sendinguna fyrir, þar bara enginn. Bolti fyrir svo alla leið út á Frida Manum sem á skot. Og já. Natasha Nasi fyrir þarna í áhugaverða tæklingu á Frida Manum. Þetta vel gert hérna á Selinu Bíset Ildurshøi. Svo kemur sendingin hérna út. Þetta bara mjög áhugaverð tækling. Já, Natasha Nasi þarna allt of sein í Frida Manum. Norska liðið að setja hérna pressu til að byrja með. Koma með mikla orku inn í þennan seinni hálfleik. Börisa. Hlín langar bolta eitthvað fram. Sýnist með Svindís vera komin inn á fremst og Sandra Maria út vinstra megin. Hér fær Karolína Lea boltan. Og Sandra Maria spilar hann tilbaka en hér komast inn í þessi sendingu. Bjelde ætlar að koma hann fram en það heppast ekki. Innkast sem að Ísland á. Ingibjörg tapar boltan með hættulegu stað. Adda Hegerberg leggur hann fyrir. Hér Karolína Graham Hansen en hún setur boltan framhjá. Hvernig í óskumunum? Skiptir engu máli hvort þú sparkir með vinstri eða hægri þarna. Þetta bara mjög skrítið og illa klárað hjá norska liðinu. Hún hefði getað rennt honum áfram. Hún hefði getað skotið í fyrsta. Bara allt nema þetta. Illa farið með gott færi hjá næst bestu fótboltakonu í heimi. Ef að marka má gullknött kvenna. Hér sendi ekki sig yfir á Söndrumaríu. Jessen engin ráðstæða. Hvað? Jú, ráðstæða. Þannig að Bonmati vann þetta annað árið í röð. Hann segja gullboltan kvennamegin vegna Barcelona.
Þorsteinn Halldórsson ekki ánægður að Sandra skildi ekki hafa haldið sér í réttu megin við varnarlínur norska liðsins. Þorsteinn tók við liðinu 2021. Stýrt þeim í tæplega 60 leiki, 30 sigrar, 12 jafntefli og 15 töp. Missir Sveindís boltan bara út af. Það var Harviken. Liðið fellur aðeins lengra tilbaka þarna. Leyfir norska liðinu að koma aðeins framar. Hildisau. Sista engen. Nóa tækifærum og nóa möguleikum fram á við fyrir sista engen. Finnur Frídu Manum. Manum lyftur hún síðan inn á teiginn. Frábær sending. En Graham Hansen skallar þetta beint á Cecilíu Rán í markinu. Engin rángstaða. Vel tímasett hlaup, hefði mögulega getað tekið boltan bara niður þarna. Ingibjörg Sigurðardóttir ætlar að reyna þarna að spila einhverja rangstöðu gildru. Það er íslenska liðið aftur að fá smá ró á boltan. Hér kemur sendingin aftur fyrir Sveindís Jane. Aftur Östenstad í miklum vandræðum. Hér kemur Sveindís með sendingun á Karolínu Leu sem setur boltan hátt yfir markið. Þetta er Sveindís mögulega geta bara farið á flegiferð. Búin að vinna Östenstad þarna í baráttunni. Það er mögulega geta ráðist bara markið þarna. Leggur þessi stað tilbaka á Karolínu. Það er að teygja sig svolítið í boltan, halla sér aftur og boltinn vel yfir markið. Sista engen. Glymur allan völl, tónlist. Eitthvað sem segir mér að þetta séu. Það er þessi svokallaða russetíð sem að framhaldsskólanemar fagna útskrift. Dimmitering, svokölluð. Mikil hátíð í Noregi. Hér eru Norðmenn með boltan. Sendingin á Haugaberg. Skalla þennan bolta aftur fyrir. Markspyrna sem að Cecilia Rán tekur. Það er allavega mikil stemming í stúkunni. Börisa kemur hann bara strax fram á við Ada Haugaberg, tekur á mótunum, vel gert hjá Ada Haugaberg. Það er hins vegar ekki að taka með sig þarna en Bísi Dildusau tekur boltan bara af Glódísu Perlu sem er heppin þarna. Það eru fljótar að pota boltanum frá henni. Skrítinn skalli frá Östenstad. Östenstad verið í miklum vandræðum sem hann kom inn á. Hlín leggur boltan út á Karolínu Leu. Karolína leitar á skotinu. Hlín aftur. Hlín keyrir inn í teig. Karolína snýr. Hlín nær ekki að koma sendingunni fyrir og hornspyrna sem að Ísland á.
Hlín eftir mjög góðan tíma í Kristianstad færir sig yfir til Leicester í janúar. Uppalinn valsari Hlín Eiríksdóttir fædd árið 2000 á miklum íþróttavættum og meðal annars tvær systur sem hafa gert það gott í boltanum. Málfríður Eiríksdóttir hér sending yfir á Karolínu Graham Hansen. Graham Hansen aftur, Graham Hansen með skot en Karolína Cecilia Ver móðurinnar Hlínar Guðrún Sæmundsdóttir fyrir landsliðskona sömuleiðis. Málfríður, Hlín, Arna og Bryndís systurnar. Miklar íþróttakonur. Hér sendingin á meðanvöll. Sveindís kemur þessu í burtu. Nú liggur smá á íslenska liðinu. Það er Hildur Sveindís selur sig þarna örlítið, sendi ekki fyrir en Cecilia grípur hann. 10 mínútur liðnar eða 11 mínútur liðnar af seinni hálfleiknum. Ísland leiðir en 1-0. Cecilia spilar hann á Glódísi. Hann leysa vel úr þessu, Natasja. Hlín. Hér búið að dæma brot á Natasju. Fer hann utan í Bói Rísa. Já, þetta hættuleg tækling hérna á Natasju Anasi. Verðskuldað gult spjald. Karolína gerði vel hérna hins vegar. Náði að pota boltanum fram hjá Harviken. Sem var við það að sleppa í gegn. Og Graham Hansen fellur hérna við og heyrða af henni boltan. Glódís Perla gerði það. Graham Hansen liggur ennþá. Það er alltaf hins vegar að halda sókninni áfram. Graham Hansen ekki enn staðan á fætur. Þarna Rísún. Hildur Manum inn fyrir Graham Hansen. Góð sending að Manum. Bói Rísa. Svo fyrirgjafur hann eins og var gefið þeim lítið sem ekki neitt. Glódís hreinsa boltan bara eitthvað og þessi bolti fer út af. Sjá við Graham Hansen fer hérna niður. Glódís stígur hérna í boltan fyrst. Lendir illa Karolína Graham Hansen.
Nú er Natasha Nasi farin niður og inn kemur sjúkrateymi íslenska liðsins. Natasha Nasi, leikmaður Vals í bestu deild kvenna, 33 ára gömul. Var áður hjá Brann, sem eru efstar í norsku úrvalsdeildinni. Svo við forystu fólk bæði íslenska knattspyrnusambandsins og þess norska, Lisa Klaveness, formaður norska knattspyrnusambandsins. Síðsta æfingan horfir ekki á markið einu sinni. Fekk í raun og veru bara boð að koma inn í teig og láta vaða. Burisa. Það er á Östenstað og setjast inn, styrir boltanum. Aftur er Östenstað í ótrúlegum vandræðum. Sveindís með Söndru Maríu hérna hinum megin en næri ekki að koma boltanum frá sér. Sveindís Steinn fór hérna í smá ógöngur, umkringd hana. Þessi innkoma hjá Östenstað ekki verið upp á marga fiska. Kom inn á fyrir Guro Bergsvand sem að hefur svona svolítið verið potturinn á pannan í varnarleik norska liðsins. Hún og Harviken mynda þar sterkt teymi. Ada Hegerberg. Yfirleitt er svona athæfi yfirleitt verðskulda það gult spjald. En ekki þetta skiptið. Neglið boltanum hérna í jörðina. Guðrún á Söndru Maríu. Vel spilað hjá íslenska liðinu og Guðrún kemur á ferðinni en sendingin örlítið og framalega frá Hildi Antonsdóttur. Harviken og Bjelde. Vel gert þetta hjá Manum, kemur honum út á Karolínu Graham Hansen og þá skemmtilega spilað hérna hjá norska liðinu. Hér vilja þeir fá hendi. Bjelde núna komið miðsvæði, sér það flýta Manum. Manum lyftur honum á fjær, þar er engin nema bara Guðrún. Guðrún skattar hann frá. Tækifæri fyrir Bjelde hér, hún er með skotið en Glódís kastar sér fyrir það og Natasha síðan. Nú þarf Natasha Nasi að fá skiptingu. Spurning hver að verður. Þetta er ekki hendi. Fer af Hlín og upp í höndina sem er alveg upp við líkamann. Ada Hegerberg og Glódís Perla þarna eitthvað munnhöggvast. Þjálfarateymi norska landsliðsins áhyggjufullt á svipinn. Hegerberg hvetur sína konur áfram. Nasi fer út af í rólegheitunum.
Já, þá þreföld skipting. Guðný Árnadóttir, Dagný Brynjarsdóttir og Agla María Albertsdóttir allar að koma inn á. Guðný, leikmaður Kristianstad, Dagný Brynjarsdóttir, leikmaður West Ham og Agla María, leikmaður Breiðabliks. Það allavega Hildur Antonsdóttir og Natasja Anasi og það sé þá ekki mögulega Hlín eða Sandra María sem eru að fara af velli. Sveindís allavega stendur inn á vellinum og Sandra María kemur hérna skokkandi út af. Þetta hefur tekið alveg svakalega langan tíma. Ég veit ekki alveg eftir hverju var verið að bíða meðan verið var að hlúa að meiðslum Natasju Anasi. Agla María kemur hér inn á. Agla María kom með 58 landsleiki fyrir Íslands hönd, skoraði þeim 4 mörk. Vilja Norðmenn fá hendi en fá þessi stað aukaspyrnu dæmda á sig. Dagný Brynjarsdóttir kemur hann inn af krafti. Brotið á Hlín Eiríksdóttur. Klódís. Agla María gerir vel hérna Sveindís með misjafnaða sendingu en þetta hins vegar gengur allt saman á endanum. Agla María með boltaðan en Bjaldi gerir vel. Agla María nær honum hins vegar aftur, ekkert brot. Agla María kemur honum fyrir, skrítið myndataka. Við fengum ekki svona að sjá þarna Sveindís Stein í baráttunni og Hlín þarna örlítið og sein. Þetta var gott tækifæri fyrir íslenska liðið. Sjáum hérna frábærlega gert hjá Aglu Maríu, hættir ekki þó að Bjaldi sé komin í fína stöðu. Kemur svo með boltan fyrir, þarna hittir Sveindís Stein bara boltan ekki nægilega vel. Og Hlín misjafnar hann sömuleiðis örlítið. Harviken á flytjumannum. Það er duglegur að hjálpast að þarna þegar það koma boltanum út í breiddina. Kantmennin að stíga langt tilbaka. Ekki verið að stíga upp í pressuna eins og var gert í fyrri hálfleik. Íslenska liðið bara svo svissnesku vasanhífur hérna í þessum leik. Allt hægt, kemur sendingin inn fyrir. Graham Hansen heldur honum inn á, eða hvað, nei, út af. Og með hverju mínútinu sem líður að fara þær að pirra sig meira og meira á svona örlitlu mistökum sem að verða. Sendingin frá manum er fín, en fyrsta snertingin hjá Graham Hansen er það ekki. Graham Hansen ekki náð sér á strik í þessu leik. Fengið nokkur fín færi til þess að koma sér á blað. Sendingi frá Karolínu. Guðni þarna komin langt fram.
á Guðný og Karolínu. Það er sendingin á Aglu Maríu. Agla María reynir bara við skot og hornspyrna sem að Ísland fær eftir þessa skottilraun. Hornspyrna sem að Karolína Lea tekur fyrir Ísland. Karolína skorar hann í áttina teknir Glódís í baráttunni. Glódís leggur hann fyrir sig, leitar að skotinu, svo kemur skoti frá Aglu Maríu og Sesselía Fiskistrand nær að halda honum. Búið að dæma aukaspyrnu og Fiskistrand vill fá að taka þetta hratt. Svindís sem liggur eftir, virðist að fengja þarna einhvern krampa. Hefur ekki verið að spila þetta magna af mínútum núna í svolítinn tíma. Tækifærin verið að skornum skammti hjá Wolfsburg. Er á leiðinni til Bandaríkjanna. Spilar þar með Angel City. Öflugt lið Angel City með marga öfluga leikmenn innan sinna raða. Meðal annars bandarískar, japanskar, franskar og kanadískar landsliðskonur. Hildursøy og það er annar bolti inn á vellinum. Hildursøy boltinn er ennþá inn á vellinum. Hildursøy fer bara sjálf hérna á stað. Graham Hansen sparkar boltanum út af og innspark, innkast segi ég afsakið, sem að norska liðið á. Smá deyfið yfir leiknum þessa stundina. Graham Hansen býður eftir hlaupinu, fær það frá sísta engan. Hún ætlar að setja boltan strax aftur á Graham Hansen en Karolína Lea vinnur hann. Þess að fljótar að vinna tilbaka. Hildursøy. Alessandra missir hana fyrir fram að sig þarna. Hildursøy kemur sendinguna fyrir og Sesselía missir þarna boltan aðeins frá sér en það er að grípa hann síðan. Vel gert hjá Sesselía þarna. Langur bolti frá Sesselíu. Skallinn fram aðeins frá Daníu. Sista engan. Engan, frábært hlaup á Karolínu Graham Hansen. Nú þarf hann að fá hlaupið svo er inn í teginn, fær það ekki. Þetta Hegerberg að bíða þarna á fjær. Fekk ekki boltan.
tækifæri hjá Sveindísi Jane. Agla María gerir þetta mjög vel. Sveindís búist ekki alveg við að fá boltan þarna. Hælspyrna frá Sveindísi. Vildi fá hornspyrnuna. Bolti rétt fram hjá markinu. Hefði verið lægleg tvenna hælspyrna og stöngin inn hjá Sveindísi Jane. Það rosalega skrítin stemming þetta á Lerkendal. Það ekki búið að heyrast múkk eiginlega í áhörfundunum að smá tónlist. Við erum búin að vera hérna allan seinni hálfleikinn að Karolína Graham Hansen að koma út af ósátt við sína framistöðu. Tuva Hansen sömuleiðis að koma út af. Guro Reiten, miðjumaður Chelsea, að koma inn á í sínum 100. landsleik og Elisabeth Terland, leikmaður Manchester United, að koma inn á fættárið 2001 eins og Selinu Bísett Eldhúsau. Báðar leikaðar fyrir Manchester United. Guro Reiten að koma inn á brjótast út mikil fagnaðarlæti. Hækkeberg kemur áfram á Terland. Terland býður eftir hlaupinu inn í teiginn. Terland með sendinguna fyrir. Þetta allt of innanlega. Allir svona boltar eru í eigu Cecilíu. Cecilíu, ekkert að taka hennar áhættur, negli boltanum bara fram á við. Þar eru þær fljótar að mæta. Sannleikin að það er tilbaka á Fiskistrand. Signe Gaupseth kom sömuleiðis inn á 19 ára gamall leikmaður Brann, fæddur 2005. Hún sem kom inn fyrir Graham Hansen. Nú voru fleiri breytingar í farvatninu hjá íslenska liðinu. Katla Tryggvadóttir að koma inn á sínum 7. landsleik fyrir Ísland. Leikmaður Kristianstad, fæddur 2005 eins og Signe Gaupseth. Karolína Lea kemur út af og Katla inn á í hennar stað. Ballinn í Val fór frá Þrótti eins vegar út. Ellefu mínútur eftir að venjulega leiktíma hér í Þrándheimi. Katla í baráttunni við sísta engan. Það ekki koma boltanum fyrir úrhellisrigning hérna.
í Þrándheimi. Þúsund manns heyrist mér í stúkunni. Frakkland komið í 3-0 á móti Sviss, búnar að tryggja sér sigurinn í þessum riðli. Guðni. Hlín skiptir honum yfir á Sveindísi Jane. En Bjelde kemur þessu frá. Ísland leikur svo seinni leikinn sinn í þessum glugga við Frakkland hér á heimavelli 3. júní. Og Guðrún Katla. Mannum. Næstens það. Liðið að reyna að færa sig aðeins framar. Frábær sending hérna inn fyrir. Hér sendingin fyrir og sjálfsmark! Eins og þruma á reiðskýru lofti. Norska liðið lítið ógnað núna undanfarið. Frábær sending inn fyrir Elisabeth Terland með sendinguna fyrir. Það var ekki komin en hætta. Cecilia missir á boltanum. En Klódís tæklar boltan inn í eigin net. Það er þessi sending hér frá Gaupset. Algjörlega sturluð sending. Cecilia lendir í vandræðum þarna en svo sem skiptir eflaust ekki miklu máli. Klódís verður að ná einhverju snertingu því að Ada Hegerberg bíður bara eftir því að ná boltanum og setja henni í aukt markið. En leiðilegt, Klódís reynir að koma þarna niður í boltan og setja hann fram hjá markinu. Noregur jafnar 1-1. Íslenska liðið með nokkuð fína stjórn á leiknum. En ein sending og íslensku vörninni hreinlega splundrað. Frábært hlaup og ótrúleg sending hjá Signý Gaupset. Hér rennur síðan Guðrún Arnardóttir Mannum nóg eftir fyrir sigurmark og fleiri mörk bara, takk. Sex mínútur eftir. Gaupset, því líka innkoma hjá þessari 19 ára gömlu stúlku. Lennur hér boltanum á Terland. Terland tekur skot en Klódís fær hann beint í sig. Frida Manu var alein og yfirgefið þannig á fjær. Betur fer, sá Gaupset hann ekki. Terland segi Katla. Leikurinn opnast núna, bæði lið vilja sigur. Norðmönnum líkar eflaust betur við jafntefli. Skot frá Hlín Eiríksdóttur. Norðmenn eiga Sviss í næsta leik. Og eiga Sviss á útivelli. Gæti orðið leikur þar sem að þær tryggja sér
annað sætið Ísland á heimaleik gegn Frökkum sem verða vissulega búnar að tryggja sér og eru búnar, löngu búnar að tryggja sér sigurinn í þessu riðli. Eru með 12 stig, heilum 8 stigum meira en Noregur. Dagný með sendinguna fyrir aðeins og framalega fyrir Öglu Maríu. Búið að dæma brot á Glódísi. Þetta hefði Adda Helgaberg viljað fá spjald. Það er það hins vegar ekki. Þegar Bjaldi leitar tilbaka. Dagný. Alessandra. Bjaldi hittir ekki boltan. Næstast setur hann fram á við. Terland missir á honum. Ingibjörg kemur og sparkar honum út af. Bjaldi fer hérna niður. Það að tegja þess á. Er þetta smá krampa og Fiskistrand segir hann að leggist niður. Ísland mætir Noregi í lokaleik riðilsins í Sviss í sumar. Hérna sjáum við aftur markið. Glódís er grátlega nálægt því að ná að skópla þessu bara aftur fyrir. Eins og segi, lítið við Glódís að sakast þarna. Terland fær að hlaupa þetta hlaup algjörlega óáreitt. Fleiri breytingar hjá norðmönnum. Emilía Voldvik að koma inn á. Leikmaður Rosengård í Svíþjóð. 12. landsleikurinn hennar. Þetta er 1999, 26 ára gömul. Alessandra. Halda þessum bolta inn á. Voldvik. Dug. Terland í baráttunni. Fiskistrand komið mjög framalega. Helsendík frá manum sem hefnast ekki. Glódís. Heldur boltanum inn á Katla. Terland kemur hann áfram á Gápsett. Glódís mætt til þess að verjast þessu. Voldvik lyftir þessu áttina að teignum.
Terland reynir að skalla hann hérna út til hliðar á manum eða Öddu Haugaberg. Öddu Haugaberg fer að klára þennan leik. Hér búið að dæma aukaspyrnu. Brotið á Kuro Rætin hana. Fjórum mínútum bætt við og Noregur á aukaspyrnu. Fórna hér mörgum leikmönnum fram á völlin í áttina teignum. Aukaspyrna frá Böður Ísa kemur á fjær. Hegerberg skallar þetta í áttina markinu. Ingibjörg upp í loftið, þetta er ekki búið. Dagný hittir ekki fyrsta boltan og hornspyrna. Og ærist Lerkendal völlurinn eiginlega í fyrsta sinn í þessu leik fyrir utan marki hjá Noregi. Böður Ísa með þessa hornspyrnu halda áfram að umkringja Sesselíu Rán inn í markteignum. Hér er Böður Ísa, boltinn inn á nær og Sesselía grípur þennan. Og hér fara þeir utan í Sesselíu. Algjör óþarfi. Þetta tefur bara. Farið þarna utan í hann. Elisabeth Terland gerir það. 2 mínútur eftir að uppbótartímanum að lágmarki. Dagný flikkar honum áfram. Agla María kemur honum í áttina að miðsvæðinu. Núna vill íslenska liðið fá brot, fær það hins vegar ekki. Það ná hins vegar að skipta boltanum yfir á frítum manum, en Guðný er bara fljótari en manum þarna. Manum aðeins farin að þreytast. Sesselía kemur á markinu, neglir honum fram á við. Þarna vildu þær fá hlaupið frá manum aftur fyrir en fá það ekki. Mínúta og 15 sekúndur eftir. Eru báðir leikir þessara liða að fara að enda með jafntefli í þjóðadeildinni. Agla María með sendingu sem að fer út af. Innkast sem að Noregur á. Böður Ísa fljóta að fá hann. Hegerberg tekur á mótunum. Missir boltana aðeins langt frá sér. Bara aum þarna í samstöðinu. Sveindís reynir að halda í boltan. Agla María fram á við. Mögulega síðasta tækifæri Norðmanna. Kemur hér, Terland. Manum er ekki boltanum, Dagný. Sísta engen, Böður Ísa. Vandræðagangur í íslenska liðinu, Terland. Nú er smá rót á íslensku vörninni. Sendingin inn fyrir Adda Hegerberg, er hún ekki rangstæð. Adda Hegerberg getur við ekki tækifæri til að klára leikinn, en sendingin fyrir er mjög máttlaus og skrítin. Nú getur mögulega verið tækifæri fyrir Ísland að sækja hinum megin. Langur bolti fram, Sveindís undir pressu, Sveindís nær skattanum, Sveindís allt í hennu, komin inn í teig hinum megin, tekur skotið. Það verður eins og að framjá. Hefði mögulega geta beðið þetta eftir Kötlu. Sveindís gjörsamlega búin á því, en hér flautar spænski dómarinn til loka þessa leiks. Frábærir kaflar í íslenska liðinu, þurftu að þjást svolítið í seinni hálfleik. Eflaust er jafntefli sanngjörn úrslit úr þessum leik. Sveindís Steen kom Íslandi yfir í fyrri hálfleik, en það var síðan Glódís Perla Viggósdóttir sem var fyrir því óláni að setja boltann í eigið net eftir fyrirgjöf frá Elisabeth Terland. Og niðurstaðan hér í Þrándheimi er Noregur 1, Ísland 1. Gunnar Birgisson þakkar fyrir sig. Ég minni á það að stofan verður í beinni útsendingu á RÚV 2 þar sem að Edda Sif, Adda og Albert gera þennan leik upp. Auk þess sem að Óðinn Svan tekur viðtöl úti
í Noregi. En við ætlum að segja þetta gott í bili. Ísland gerir 1-1 jafntefli við Noreg í þann tíma.